Komið sæl og velkomin í Veitt með vinum. Við erum stattir þetta núna við Laxá í Aðaldal og hér ætlum við að veiða næstu 2 dagana með nokkrum breskum heiðursmönnum og þar meðal Anthony Luke og Jim Curry, en þeir tveir eru einhverju fremstu fluguveiðimenn Bretlandseyja og sérstaklega lagnir með tvíhendurnar. En við ætlum að fylgjast með þeim hérna, veiða í drottningu norðursins, Laxá í Aðaldal, og við fáum vonandi að sjá einhverja stóra fiska koma á land. Laxá í Aðaldal á upptök sín í Mývatni og á leið sinni til sjávar rennur hún í gegnum einhver blómlegustu héruð landsins. Áin fræg á heimsvísu fyrir stóra laxa og stórbrotna veiðistaði, enda koma flestir veiðimenn sem einu sinni veiða ána í hana aftur og aftur. Laxá annað mesta lindarvatnsfall landsins á eftir Soginu, en annað eiga þar ekki sameiginlegt. Fyrir utan kannski þá staðreynd að báðar árnar hafa verið þekktari gegnum tíðina fyrir stórlaxa. Mikil veiði í Laxá. Laxarsvæðin fyrir neðan virkjun eru mikið sótt og erfitt að komast þar að. Fyrir ofan virkjun síðan eitt besta urriðasvæði í heimi, annálað af öllum sem þangað koma. En við erum mætt í Laxá að þessu sinni til að veiða á svæði kennt við Árnes og slófumst í för með Jim Curry og Anthony Luke. Jim og Anthony eru báðir að veiða í Aðaldalim í fyrsta skipti. Anthony hefur reyndar veitt á Íslandi áður, en ekki Jim. Jim félagi í Association of Advanced Professional Game Angling Instructors og hefur haldið námskeið víða heim í fluguveiði og hann hefur sérstaklega lagt áherslu á að kenna mönnum réttu handtökin með tvíhendina. Við hittum Jim við Kirkjuhólmakvísl þar sem hann var að kasta ofarlega á breiðuna. Félagi Jim og Anthony sem var við veiðar hér fyrr morguninn setti í 2 laxa og náði einum. Sá fiskur var 12 pund og var að sjálfsögðu gefið líf. Veiðistaðir laxár geta verið býsna lúmskir og fiskur legið víða í þeim. Þar sem Jim að veiða í ánni í fyrsta sinn, ákveður hann að fara vel yfir þá staði sem honum líst vel á, en hraðar yfir aðra. Veiðisvæði við Árnes skartar mörgum skemmtilegum veiðistöðum og Kirkjuhólmakvíslin klárlega ofarlega á blaði yfir þá staði sem margir halda upp á. Það þó ekkert að gerast hér í augnablikinu, svo við færum okkur set. Rétt fyrir neðan Kirkjuhólmakvísl Eyrarhylur. Þetta skemmtilegur staður sem eins og margir staðir við Laxá breiður og mikill og hér sést hvað tvíhindan gerir mikið gagn í svona vatnsfalli. Það eiginlega fáséð að menn noti annað en tvíhendur hérna, enda við aðstæður eins og hér í dag þar sem norðan vindur blæs upp ána það engin hægðarleikur að koma léttari línu út og það þreytir mann mikið við veiðar. Með réttu handtökunum á tvíhenduna verkið léttara og minna fyrir því haft.
Við verðum ekki varir við neitt líf í Eyrarhyl og Jim ákveður að kíkja á svæði fyrir neðan brú. Hér urðu þeir varir við laxa í morgun og ákveða að hvíla staðinn aðeins og koma aftur í hann þegar hlýnaði aðeins í veðri. Hér hittum við fyrir Anthony Luke. Hann hefur eins og Jim veitt allan heim en hefur sérstakar taugar til Íslands. Hann fer fyrir hóp sem við veiðar í Laxá í nokkra daga og flest af þeim að koma til landsins í fyrsta skipti. Anthony búinn að ná einum laxi hér í morgun og hefur orðið var við meira líf. Jim fer yfir á hinn bakkan og ætlar að sjá hvort hann verði var við fisk þeim megin frá. Við erum á svæði 8 og hér eru 5 þekktir veiðistaðir en laxinn sem var tekinn í morgun og annar sem þeir mistu tók við á milli veiðistaða. Enda mikil hreyfing á laxinum á þessum tíma þegar hann á hraðri göngu upp ána. Hér hafa verið reyndar smáar flugur en ekkert hefur gerst. Anthony setur undir Thunder and Lightning, flugu sem hann heldur mikið upp á og kastar á breiðuna. Eftir nokkur köst fer þó eitthvað að gerast. Og hann á. Þessi tekur hraustlega á, en það sést á fljótlega að glitta í gullbrúna hlið urriðan sem tók fluguna. Hér á þessum breiðum mikið af urriða og það góður bónus á svona fallegu veiðisvæði að eiga von á stórum laxi og vænum urriða. Hér fallegum fisk landað. Anthony sleppur glaður öllum laxi, en hirðir þá urriðan stöku sinnum, enda hælir hann bragðinu af reyktum íslenskum urriða í hástert. Hann farinn aftur í ána og undir ennþá Thunder and Lightning.
Það þurfti bara nokkur köst til viðbótar en þá var tekið enn á ný. Takan var ákveðin en það sést þó fljótlega að urriðin hefur verið laxinum sneggri og náð flugunni. Þegar þessum hefur verið landað er ákveðið að gefa þessu svæði líf og halda upp á efri svæðin aftur. Það var á planinu hjá Jim að fara í vitaskjafa en hann vildi prófa skriðuflúð, stað sem hann sleppti í morgun þegar hann veitti Kirkjuhólmakvísl. Það er sett undir Black and Blue túpa og fast synksökkanda bætt við til að koma flugunni hraðar undir strauminn. Jim byrjar að kasta efst á breiðuna þar sem lítill spegill myndast í miðri ánni og vinnur sig hægt niður. Eftir nokkrar mínútur er kominn á fiskur og það leynir sér ekki á átökunum að þetta er vænn lax.
Það er tekið fast á laxinum, en hann er rólega teymdur að bakkanum þar sem flugan verður tekin úr honum og fiskurinn fær frelsi á ný. I'll definitely be coming back to Iceland. It's absolutely awesome. Absolutely awesome. What a beautiful thing. Come on, mate. Laxinn er eflaust frelsinu feginn og eftir situr ánægjan góða baráttu í huga veiðamannsins. Absolutely fantastic. That was just a fight and a half. Absolutely awesome. Oh, I'm shaking. My hands are like that. That was fantastic. Ah. What did it take? It took a black and silver tube, just stripped back across, and it came 3 times. It's a really big long square cast, and just ripping it and ripping it and ripping it. And it kept following it and taking it here. And the 3rd time I left it for a couple of minutes, and then the next time it just followed it all the way in and just wallop. Fantastic. I love it. Let's catch another. Nú verður skriðuflúð hvíld og stefnan tekin á Vitaskjafa. Annan skemmtilegan stað við ána, en Vitaskjafi er löng og mikil breiða. Hér byrja menn fyrir ofan beygju og vinna sér niður eftir allri breiðunni. Hér voru teknir 2 laxar í morgun af félögum Jims, 10 og 15 punda, báðir nýgengnir og lúsugir. Við sitjum hérna við bakka Laxár í Aðaldal og með okkur hérna er Jim Curry. Jim Curry, welcome to Iceland. Thanks very much. How's your experience from Laxá on your first day fishing here? Fantastic. Yeah. Absolutely awesome. It's a beautiful, beautiful river, and you couldn't have a better backdrop with all the snow on the mountains, and the fish are big and strong. We saw the fish you took down at the pool below here, and it's a nice welcome to the river. Yeah, fantastic. Well, Yeah. fantastic, and a great take as well. Yeah. Yeah, just absolutely awesome. 3 times at the fly, and then gave it a minute, and then just came back and hit it. It was fantastic. Your technique in the spey casting is remarkable, because not a lot of people in Iceland actually use the spey casting more for weight forward rods. And, Yeah, sure. So what's the trick behind the spey casting? Well, I think really it's just a kind of basic roll cast with a change of direction, really, and it's a cast that was developed out of necessity on the River Spey in Scotland, long time ago, kind of, a couple of 100 years ago, and probably more. And there's real history of it in England, and we put great emphasis when we're teaching people to fly cast, and trying to teach those casts with a double-handed rod and a single-handed rod as well. And they're great fishing casts, they're not the answer to all your problems, but they're good get out of jail casts when you need them. Of your experience, what's your favorite in fly fishing? Having done a bit of bone fishing, that was pretty impressive because the fight's just so awesome. But I think probably nothing really gets better than that take of a salmon. It's just absolutely awesome. An American friend of mine says the tug is the drug, and I think he's probably right. That heart-stopping moment never changes, and I think if you caught 1 million salmon, you'd still get excited. Fight's great fun, but it's just that moment when you realise you've hooked into that big silver fish. Yeah. Well, it's a nice 15-pounder like you caught down there. Yeah, I know. I thought you guys just had small fish in Iceland. They seem to be bigger than I imagined. Yeah. What did you have under when he... I had I've tried a few things today, but just a kind of black and silver conehead. So black and blue. Yeah, black and blue, sort of that, yeah. And it's gone really well. I mean, I kind of popped it on and started stripping it back across the pool, see if we could stir something up. And say that fish took it, and I bumped one off just after on it. So now I'm probably going to spend the rest of the week stripping that one fly and tying it back on every 5 minutes in case I lose it because I haven't got another one. We're going to continue following you guys around and see if we can catch another big fighter. Yeah, why not? Yeah. Be rude not to. Yeah, good times.
Það alveg unun að horfa á menn sem sína meistaratakta með tvíhenduna að verki. Þau köst sem flestir þekkja með tvíhendunni að nota framþunga línu og kasta línunni eins og menn þekkja með einhendu. En þegar notuð speiglína hefst smá leikni. Það bæði hægt að speigkasta línunni eða taka svokallað double D-kast. Í speigkasti toppnum á stönginni lyft upp og línan dregin að, lögð fyrir aftan veiðimanninn þannig að úr verði hálfgert og kastað ákveðið fram. Spennan í stönginni ýtir línunni áfram og hún rúllast þægilega út. Þetta auðveld tækni sem krefst ekki mikill átaka og því gott að nota þessa tækni við ár eins og Laxá. Double D-kasttæknin hins vegar eitthvað sem ekki sést oft við árbakka á Íslandi. Hér línunni kippt upp og hún látin falla fyrir aftan veiðimanninn og mynda þannig hálfgert D á vatninu. Stöngin þá lyft upp, hún spennt og kastað fram. Hjá fagmönnum virðist kastið vera algjörlega áreynslulaust en hér kemur bara æfingin sterkust inn. Kastið krefst ekki átaka og línan fer hér eins auðveldlega beina leið upp í vindinn og flugan dettur nákvæmlega þar sem hún á að gera. Jim kastar nokkrum flugum yfir breiðuna en ekkert vill laxinn taka. Gestreisnin í veiðihúsinu kallar líka margan snemma heimur ánni þegar kalt í veðri. Húsið á sér mikla sögu í kringum veiðar á þessu svæði og hér hafa margir heimsfrægir menn unað sér við veiðar. Það má líka segja að þegar á eins og Laxá á í hlut ekki annað hægt. Laxá ekki kölluð drottningin upp úr þurru. Umhverfið og veiðistæðarnir gera ána einni eftirminnilegustu minningu þeirra sem glíma við stóra laxa í ánni. Og þeir sem koma einu sinni í Laxá koma alltaf aftur.